Jæja, kæra fólk, komið sæl og blessuð, verið velkomin í beina útsendingu hjá Kvartbílklúbbnum. Þetta er kappakstur bíla. Önnur umferð. Tímatakan er byrjuð. Skellum upp lista á keppendunum hérna. Það eru strax byrjar að tekja inn tíma. Brautin er svolítið blaut. Hér erum við að sjá nokkra að dundra hérna í gegn. Það er Ásta, bílanust bílnum, það er komin ný vél í hann. Toppmálum þessi bíl, toppmálum. Það er einnig búið að merkja bílana eitthvað aðeins betur fyrir okkur. Við ætlum aðeins að auðveldra með að sjá hver hvað í þetta skipti. Aðeins auðveldra, þeir eru ennþá hvítir allir samt. Eða svona mest megnis, en hérna sé ég vel að þetta er Brynjólfur hérna fyrir aftan Ormar. Ná svo fallega eignabyggða bíl. Það er að soga sig hérna ofan í Ormar í tímatökunni. Hendist þér þetta fram úr með langraðasta tíman. Wow, smá bremsulæs. Já, Brynjólfur komin í 1.35.0. Gunnlaugur þarna rétt fyrir aftan hann í 35.7. Þetta er spennandi, þetta er ekki oft sem að einhver er undan honum Gunnlaugi í tímatökunni. En hér er það að gerast. Kristófer Logi Brynjólfsson, sonur hans Brynjóls, situr þetta í þriðja sæti núna með 1.37. Freydís með 1.37. Guðmundur já, Freydís er að keppa skynna fyrstu keppni hérna. Þannig að þegar ég segi Ormar þá meina ég Freydís. Svo er það Guðmundur Steinar og Ásta Björk hérna með 1.38. Andri Steinn komin í 1.41 og Nói Baldur með 1.41 líka. Og það er Stefán, Haukur, Hlynur og Ómar með allir eftir að setja tíma. Við erum með aðeins minna af myndavélum og funksjóni heldur við erum vön að vera með. En þó það vanti nú örlítið í útsendingunni hjá okkur, þá vantar ekki neitt í starfsmannalistan hérna í dag. Það er haugur af starfsmönnum
Sjáum svona keppni. Einhver að bæta hérna, hvað gerðist? Gunnlaugur, Kristófer. Breytist ekki neitt. Enginn að bæta tíma sinn þarna. Og við erum með öryggisbílinn á sínum stað. Stórglæsilegur. Sjáum við eitthvað af starfsmönnum dagsins. Þetta eru nýjar merkingar. Kristófer Logi hérna með nýjar merkingar á sínum bíl, eitthvað sem ég var ekki búinn að sjá. Kristófer Logi komin í 1.36. Hvað gerir Gunnlaugur hérna? Bætti. Nei, þetta var ekki bætti. Þarna var Ómar Örn að koma yfir línuna. Engin tími komin á hann ennþá. Heyrir maður hérna úr pittinum. Ásta ennþá 1.38. Freydís í 1.37 eða 4 handa fyrir framann. Guðmundur Steinar 1.37. Nói Baldur kominn í 1.36. Þarna rauk einhver í gang. Hvað gerir Gunnlaugur? Nær hann að bæta tíma sinn. Brynjólfur kominn í 1.34.5. Og hvað gerir Gunnlaugur hér? Ekki neitt. Ekkert merkilegt allavega. En Brynjólfur Binni hérna fremstur. 1.30. 1.34. Kristófer rétt fyrir aftan að koma sér 1.35. Sjáum við Brynjólf koma inn á beinakaflan. Tekur innri línuna líka. Vippar henni til sín. Vel mertur eignabyggð. Vel mertur. Hérna kemur Ómar yfir línuna.
Ásta búin að koma sér. Hvað, þetta var ekki síðasti, jú. Síðasti hringur 37.9. Hún komin undir hérna 38 allána. Þau eru þarna frá 5. sæti. Guðmundur Steinar með 1.37.1 og svo alveg 7., 7. og 8. sæti. Öll í 1.37. Þannig að rétt fyrir aftan er Andri Steinn. 1.38. Og Ómar Örn inn kablan. Hanna kemur tími á hann. Já, mér sýndist að Ásta hafa bætt sig 100. úr millisekundu þarna. Brynjólfur Smári með 1.34.5, heilir í sekúndu undan hann Gulla. Það eru 938 millisekundur sem aðskilja á. Hér er Freydís. Já, nei. Já, nákvæmlega, eða uppinn eða góinn eða eitthvað, ég þekki það nú oftast. Það er þá eins og staðan er núna, þá er það Brynjólfur eða Binni sem að situr í 1. seti, Binni Superman, svo er Gunnlaugur Jónasson í 2. seti og svo Kristófer Logi í 3. setinu. Ekkert svo langt á eftir, skulum við segja, er Nói Baldur, Hlynur Freyr, Guðmundur Steinar. Ómar Örn virðist vera að berjast við talsvert verri bíl en hann hefur verið á. Hann er ekki á sama bílnum. Þannig að hann er aðeins að berjast, dýnist mér. Ekki alveg sami bílinn og hann var á. Hér er Gunnlaugur Jónasson, Íslandsmeistarinn, núverandi.
Guðmundur Steinar koma upp fjórðu beygju, inn í hárnæluna hérna. Þessi hárnæla ótrúlega erfið. Þetta Ásta inn í hárnælunni. Ásta hröð út, vel gert. Virtist ná halda gríðarlega fínum hraða, en það Ásta búin að bæta sig 300 millisekúndur frá því ég talaði hana síðast. Situr í 8. sæti með Stefán Rúnar á eftir sér. Það munar engu þar á milli. 722 eða 773, það ekki neitt sem munar þar á milli. Mjög hart barist þetta í miðjunni. Það er skemmtilegt að sjá. En það kemur Ásta með Guðmund Steinar fyrir aftan sig. Inn á beinakaflan faraði. Guðmundur Steinar með talsvert betri tíma en Ásta. Eins og staðan svo spurning hvort að Ásta sé núna ná að búa til bilið á hann. Nei, þetta var 38-0 hjá henni. Hún ennþá að berjast við 37 sekúndna múrinn. Gunnlaugur að koma inn á beinakaflan. Nær Gunnlaugur að bæta tíma sinn á þessum hring. Nær að stinga sér fram úr Brynjólfi. Nei, ekki var það svo. Hálfri sekundu frá sínum besta hring á þessum hring. Hlynur Freyr að trítla út úr pitinum, gera sér tilbúin í aðeins meiri tímatöku. Og hérna sjáum við Freydís með 1.37.4, 200-300 millisekundum á eftir honum Guðmundi. En Ásta að koma hérna yfir línuna. Hvað gerir hún í þetta skipti? Freydís Anna nær að stinga sér upp í 7. sæti. Var ég ekki að horfa á það að gerast? Var ég... Og Stefán Rúnar og Andri Freyr falla þetta niður. Hvað gerir Gunnlaugur hérna? 1.35.2, hann að nálgast. Hann bætti tíma sinn talsvert þarna. Tók gapið úr 900 millisekundum niður í 700. Hann bætti sig 200 millisekundur en það ekki nóg. Eins og staðan núna Binni lang hraðastur í brautinni. Og þetta nú tímar sem að Gunnlaugur hefur verið að setja hérna áður. En alltaf brautin dálítið blaut. Skulum við fylgjast með Gunnlaug, mér sýnist hann. Jú. Já, hann er með eina silfurlitaða felgu. Mjög áhugavert. Hér verið að benda keppendum út. Þetta aðstoðarmaðurinn en Ástu. King Kristján. Jæja Gulli, hvað ætlar að gera? Hvað gerir Gulli núna? (35.9)
Ekki nóg gott. Ekki nóg gott til þess að ná Binna allavega. Binni á splunkunni bíl. Vel græjaður og gerður fyrir kapakstur þessi bíl. Freydís. Nýbúin að stinga sér upp í 7. sæti. Hér er Stefán. Með fiskóspons og eitthvað fleira. Orka og eitthvað. Dritt þarna á bílinn. Hér er Gulli. Eina silfurlitaða felgu. Hér sjáum við þá Freydís komið við línuna. Nær Freydís að bæta sér eitthvað. Nei. Stefán. Nei. Já, þessi hring. Það getur að hafa verið útringur hjá honum. En hvað gerir Gulli? Þetta er 85.037 þessi hringur hjá honum. Hann nálgast. Skóf af þarna aðrar 300 millisekundur. Eða 200. Þannig að Gulli nálgast. Það munar hálfri sekund á þeim núna. Já, fiskó. Ernir Ingi Jóhannsson setur inn spurningamerki. Ég veit ekki hvað það þýðir. Ég veit ekki hverju þú ert að spyrja að. Hver er hér að koma inn beinakaflan? Hlynur Freyr og Ómar. Hlynur Freyr á einhver hálfri sekundu frá sínu besta hring þarna.
Hlynur Freyr setjast inn besta hring, 35.8 131 millisekund á eftir Kristófer og Ómar Örn hendi sér upp sæti, upp í 7. sæti beint á eftir pappa sínum hana fyrir upp í 37.1 Það er ennþá breytingar að gerast á töflunni Ómar núna ekki langt fyrir aftan Freydísi en þó þetta gerir það að verkum þegar Ómar hoppar upp listan og sparkast Ásta niður í 9. sæti Guðmundur Steinar niður í 8. og Stefán Rúnar Andri Steinn og Haukur Ingi falla einnig niður Sjáum við Freydís fyrir inn í pit Kemur Andri við línuna 38.1 bara örfá millisekundum frá besta tímnari sínum í dag Þeir eru alltaf 3 hjólandi hérna. Brynjólfur komin út aftur gullfallegur Ægó hér er gullfallegur Pusjó Andri Steinn á gulu felgunum sínum
Jæja, það var eitthvað vesen á útsendingunni hjá okkur. Við vorum svolítið ekki í beinni á réttum stað. Biðst innilega afsökunar á því, þið vonandi spóla tilbaka og sé það sem ykkur langar að sjá. Og ég laga svo nöfnin á þessu og allt þetta dót á eftir ekki. Við erum komið þangað. En allavega tímatakar ennþá í fullu gangi hjá okkur. Binni Brynjólfur Smári, hann í fyrsta sæti með 1.34.5. Eini sem hefur komist í 34 hjá okkur í dag. Svo Gunnlaugur Jónasson sem í 1.35.0. Hann rétt á eftir hannum, hálf sekundi sem aðskilur þá. Og Kristoffer Logi þar rétt fyrir aftan. 100 millisekundur þar á milli. Og svo Hlynur Freyr með 400 millisekundur á milli. Nói Baldur hann rétt fyrir aftan hann. Svo Freydís. Svo Stefán, Ómar, Guðmundur, Ásta, Andri og Haukur. Svo við Brynjólfur að bomba þetta yfir línuna. Það að taka 1.35.0 á þessum hring. Freydís. Já, hún virðist að vera útring. Hér Gulli. Kom inn á beinagaflan. Kristoffer Logi skellir sér upp í annað sæti, tekur fram úr Gunnlaugi Jónasson hérna allra blá síðustu sekundunum. Virkilega vel gert hjá Kristoffer, skellir sér í 35.0. Örlít munar engu á honum og Gunnlaugi. .021 sem aðskilur þessa annað og þriðja sæti. Og hér kemur Ásta yfir línuna. Minút 37, mjög lítið. Nei, jú, 38, ekki langt frá sínu meti. Það eitthvað mótorhjól að fara hérna hjá okkur eða eitthvað. Þvílíkur hávaði. Brynjólfur. Hver hérna beint fyrir aftan hann? 67. Það myndi vera Hlynur Freyr. Þessir tveir lendu nú saman hérna í þessari fyrstu keppnin okkar. Og var Brynjólfur sem að tekur þetta innri línuna, keyrir síðan inn í hliðina á hann Hlyn. En það var þessi hérna bíl sem að sprengdi vel í síðustu keppni. Skildi eftir olíu í braut og mikinn reyk. Hann hérna komin í toppstand. Hér sjáum við eignabyggð. Brynjólfur Smári. Herra eignabyggð. Þeir lyfta svo upp dekkjanum. Hlynur hérna keiriði bara á 3 dekkjum hann í gegn. Þá var Ásta yfir línuna. Nei, ekki bætir hún sig. Guðmundur Steinar. Kristoffer Logi hérna fyrir aftan hann. Og þarna Gunnlaugur. Og hér Hlynur. Inn á beinagaflan fyrir Hlynur. Brynjólfur setur 1.35.0. Og Hlynur 1.36.1. Hvað gerir Freydís? 37 þarna. Kristoffer að skella inn 35 hérna. 35.2. Þeir eru í mjög samkeppnishæfu skapi í dag. Þessi tveir feðgar, Brynjólfur Smári og Kristoffer Logi Brynjólfsson, alltaf að taka út meistarann Gunnlaugur Jónasson. Það er það sem þetta stefnir í.
En ég veit allt það að Gunnlaugur á ekki eftir að gefa pínu lítið eftir. Þannig ég býst við að þetta verði virkilega... Vá! Herðu, þeir keyra bókstala á 3 dekkjum í gegn. Ég sá þetta á öðrum skjáum, fyrirgefið, kæra fólk. Þeir algjörlega á 3 dekkjum í gegn. Jæja, Ásta. Fylgist hér grannt með þér. 37-8. Ekki langt frá sínu viti. Hún er allan að konsistent í því að hanga þetta. Sáum við upp í toppnum á brautinni Lin vera... Nei, Brynjólfur fyrirgefið. Það er að gefa pláss. Þetta er Kristófer. Vel mertur hérna eignabyggð og bílanaust. Ansi margir bílar hérna mertir bílanaust. Og númer 1. Kælirhring, svo kallum. Algjör óþarfa að keyra með grilluð dekk. Hérna sé hann bara út af. Já. Ég er Guðmundur Steinar. Komið eina 37-1 sem að sparkar Ástu niður. Hann náði að koma sér inn að 37-6 núna á þessum hringa. Hann gerði það áðan og farið 37-1. Nú skulum við sjá Hlyn. 3 hjóla. Heldur betur 3 hjólar hérna í gegn. Og þeir allir. Kemur Hlynur hérna yfir línuna. Og svo Ómar. Og svo það Freydís nú, sýnist mér. Tímatökunni verið að lokið þetta hjá okkur. Mikið rétt, tímatökunni lokið. Og það er þá svona. Þetta er Brynjólfur Smári sem tekur fyrsta sæti. Kristófer Logi, sonur hans, er í öðru sæti. Gunnlaugur Jónasson, Íslandsmeistarinn sjálfur, tekur 3. sæti. Og í 4. sæti Hlynur Freyr Sigurhansson. Nói Baldur Auðinsson í 5. Freydís Anna í 6. sætinu. Stefán Rúnar Dagsson í 7. sæti. Og Ómar Örn Hlynsson í 8. Guðmundur Steinar Árnason svo í 9. sæti. Ásta Björk Bolladóttir tekur 10. sæti. Andri Steinn Ásgeirsson í 11. Og Haukur Ingi Jóhannsson í 12. sæti. Það er tímatökunni lokið og svona byrjar fyrsta keppnin okkar. Brynjólfur Smári tekur hólinn á þetta, byrjar fremstur. Kristófer Logi svo í öðru og Gunnlaugur hérna í 3. Þetta eru svaðalegu kapptur. Þetta eru grjótharðir ökumenn, þessi topp 4 allavega. Ég veit, það er reynda fleiri sem eru topp ökumenn en ég veit það, þessi 4 hérna eiga eftir að valda miklum usla hjá okkur öðrum.
Heyrðu, það þá eftir 25 mínútur, 12:15. Klukkan 15 mínútur yfir 12. Þá ætlum við að hefja keppni. 12. 15.
Jæja, kæra fólk, áfer kappakstur. Fyrri kappakstur dagsins að fara að renna í hlað. Við erum komin með drónan á loft, ætlum að reyna að halda honum á lofti á meðan að vindurinn ekki það grimmur að hann dettur bara. Ykkur að segja, þá er drónin að kvarta, hann er að kvarta mikið yfir vindi. Ja, annars erum við með þessa myndavél. Það sjá startið. En til þess að segja ykkur nú hvernig þetta er, þá er það Brynjólfur Smári Þorkelsson sem tekur fyrsta sæti og sonur hans Kristoffer Logi Brynjólfsson sem er í öðru sæti og það er Gunnlaugur í þriðja. Hér fáum við fallegt drónaskot. Þetta er Gunnlaugur hérna beint fyrir neðan okkar hægra megin. Hlynur Freyr Sigurhannsson og Nói Baldur hérna. Freydís Anna hérna á bláa bílnum vinstra megin. Stefán Rúnar Dagsson til nummer 74. Ómar Örn, nummer 85. Guðmundur Steinar, nummer 16. Ásta Björk hérna, nummer 25. Andri Steinn, nummer 31 og Haukur Ingi, nummer 33. Jæja, kæra fólk, það komið grænt loft og það komið grænt, við erum farin á stað. Hann spólar á stað á fremsti bíl. Brynjólfur Smári, hann frábæri ræsingu. Er það Gunnlaugur sem er að falla þetta niður listan strax? Nei, Gunnlaugur er ennþá í þriðja sætinu sínu. Brynjólfur fremstur. Þessi myndavél er að hiksta eins og ég aldrei sé hana. Þarna hætti hann að hiksta. Mikið er það gott. Hérna er hörku action í gangi. Þá förum við upp í hárnæluna. Hægt og rólega. Falleg runa hérna á bílum. Brynjólfur strax búinn að mynda gott bíl. Freydís strax búinn að missa Nóa örlítið frá sér. Sorry, myndavélin er laus í lagið. Það komaði inn á beinakaflan. Brynjólfur fremstur og Gulli á hælunum á þeim feðgum. Brynjólfur mjög hraður inn í gegn. Nói Baldur hérna beint fyrir aftan hann Hlyn. Sjáum við Gunnlaug er ekki búinn að missa, hann Gunnlaugur hann
með appelsínugulu felgurnar. Ekki búinn að missa Brynjólf neitt frá sér eða Kristófer. Það var bara rétt fyrir fram á sig. En Brynjólfur er strax byrjar að mynda gott bil. Guðbúinn upp í hárnæluna. Sjáum við Brynjólf með ágætis bil hérna fyrir framan son sinn. Já, á milli sín og sonar síns. Og Gunnlaugur Íslandsmeistarinn er að reyna þarna. Myndal til vinstri. Brynjólfur hraður hérna. Það er hérna topp 5. Brynjólfur, Kristófer, Gunnlaugur, Hlynur og Nói. Nói virðist vera í ágætis sókn á Hlyn. Og bilið frá Gunnlaugi yfir í Brynjólf er einhverja 2 sekúndur. En Gunnlaugur þarf líka að komast í gegnum Kristófer. Og inn á beinagaflan, inn í fyrstu beygju förum við. Binni, Krissi og Gulli. Hér er þétt verið að reyna. Stefán, Ómar og Guðmundur Steinar allir í hörku baráttu hérna. Ásta rekur hérna lestina. Verður að reyna að ná andra. Kristófer hérna beint fyrir aftan. Ekki langt frá pappa sínum. Hérna sjáum við einhvern veginn lyfta upp afturdekkinu. Og hér er Ásta við hárnælinni. Ásta er hérna á höttunum eftir andra að reyna að ná honum. Hér sjáum við fyrsta, annað og þriðja sæti. Kristófer er að sogast ofan í föður sinn. Besti hringur hjá honum er 35-3, Kristófer er 35-2 og Gulli með 35-3. Ásta að reyna að koma sér fram úr. Hefur ekki afliðin út. En aftur fyrir við erum á fremstu menn. Við erum búin með hvað? 4 hringi og það er ennþá drullu þétt hérna í topp 3. Við erum algjörlega ofan ykkur öðrum og allt sem getur gerst hérna. Binni þarf bara að gera smá mistök hérna fremst.
Og þá Kristófer kominn samhliða honum. Gunnlaugur þarf nú bara að ná sínum besta hring einu sinni og þá er hann búinn að ná þeim. Og hér reynir hann. Kristófer reynir að stinga sér inn á. Truflar vel föður sinn sem gerir þeim báðum erfiðara fyrir, sem gerir Gulla auðvelt fyrir að ná þeim og Gulli núna aftur kominn í stöðunum á Kristófer. Hér sjáum við Stefán á fiskóbílnum. Hann verður kallaður fiskóbílinn hérna í frá. Sjáum við toppinn, fyrstu 3 sætin. Sjaldan séð svona þétta kapasturinn eftir 4 hringi á topp 3. Og hér Gunnlaugur, virðist verið með örlítið meiri endaraða. Stingur sér innri. Nei, hann gerði ekki neitt. Fyrir ekki. Kristófer lokar innri. Þurfum við? Hvaða ískur var þetta? Hér þéttsetið að leiðin upp í hárnælna. En þá Binni, Kristó og Gulli. Eða Brynjólfur, Kristófer og Gunnlaugur. Og hérna Binni fer vítt. Tekur slæma línu þetta í gegn sem gerir Kristófer kleift að tróða sér nær. Gulli sá tækifæri. En það var ekki nóg gott tækifæri. Nú Gulli límdur ofan í Kristófer. Gulli örlítið víðar þarna. Þessi myndarlega að hyggsta á okkur á fullu, þannig að við ætlum að skipta yfir á drónan. Kristófer með innri línuna, passa sig að halda henni fyrir sig. Og hérna aðeins ofar í listanum Ásta ennþá að reyna að koma sér fram úr andra. Tapar miklum hraða á að fara þetta innri línuna. Og hérna sjáum við Gunnlaug, hann alveg ofan í stöðurunum á Kristófer. Hlynur Freyr kominn þetta í baráttuna með þeim. Sjáum við þetta. Þetta Gunnlaugur. Hann með ytri línuna þá. Talsvert hraðari. Og hann með innri línuna inn í þessa þetta beygju. Gunnlaugur í allum líkindum að fara að ná að tróða sér þetta fram úr. Brynjólfur hangir innri línni. Gunnlaugur limdur ofan í hann. Þeir eru 3 hliðir. Og Hlynur mættur ofan í þá, tilbúinn til þess að taka eitthvað af þeim. Eða einhvern veginn nær Kristófer að vinga Gunnlaug burt. Gunnlaug tekur í ytri línuna. Hann þá með innrið inn núna, þeir eru 3 vítt núna. Kristófer að koma sér upp í fyrsta sætið. Kristófer kominn fram úr pappa sínum á meðan að Gunnlaugur gerir allt eins og hann komast fram úr honum. Brynjólfur missir núna Gunnlaug fram úr sér líka. Innu beinakaflan förum við. Þeir eru limdir ofan í konar annan, limdir. Þetta verður aldrei verið svona jafnt og gott hjá okkur. Þeir eru alveg ofan í konar öðrum. Og Gunnlaug og loksins það að tróða sér þetta fram úr. Þetta heldur uppsetjandi fyrir Brynjólf. Binni að missa alla fram úr sér hérna. Nei, dróni, nei. Zooma út! Hæ? Hvílíkur kapastur! Kristófer kominn í fyrsta sæti.
Gunnlaugur í öðru sæti. Kristófer, Gulli. Og Hlynur og hér sjáum við Nóa Baldur. Nói Baldur kominn núna bara í baráttunni við Brynjólf. Listin hérna sem þið sjáu þetta rangur en hann lagast leið og þeir fara yfir línuna næst. Afsakið að ég sé ekki löngu búinn að kveikja á þessu. Hér Ásta að reyna að tróða sér fram úr húnum andra. Hérna komum við inn á beinakaflan og það Kristófer Logi í fyrsta, Gunnlaugur í öðru, Hlynur. Það virðist vera eitthvað hrjá bílinn, já, Binni með sprungið. Ég get svo svarað að Binni með sprungið hægra framdekk. Það sennilega ástæðan fyrir þessu hjá Binna að hann að falla þetta niður listan og að hrynja niður. Mjög rólega inn í gegn. Ég get svo svarað að bíllinn hans, hann hallar óeðlilega mikið. Það verður erfitt að sjá þetta flata dekk á honum í gegnum restina af beginum. Þar sem að eins og þegar hann fer í gegnum þessa beygju hér, þá er hann að lyfta upp þessu dekki. Höldum okkur hérna á þessari. Þarna kemur hann. Já, ég get svo svarað. Það sprungið. Sprungið hjá honum. Binna. Það svoleiðis, það staðfest. Og þá koma þær inn beinakaflan. Kristófer fremstur, Gunnlaugur í öðru. Og hér Brynjólfur. Brynjólfur fær á sig svart flagg. Hann tekinn út fyrir að vera með sprungið dekk. Þá hendum við okkur upp í drónan. Það sem að Kristófer að leiða þetta, kominn niður í 34.9 sem betri tími en hann setti í tímatökuna áðan. Og hann með Gunnlaug á hælanum á sér með 35.1. Hér bíll 86, Nói Baldur kominn í 4. sæti eftir grimma og harða baráttu. Bara standa sér ótrúlega vel. Sjáum við Stefán á fiskahóbílnum. Og hér Kristófer, Gunnlaugur, Hlynur Freyr og svo Nói alveg slimdur ofan í Hlyn. Nú spurning hvort að Nói nái að tosa hann inn inn beinakaflan, tosa hann til sín. Nei, Nói tekur ytri. Þeir eru undirbúa sem beygir bara vel. Hér Ásta ennþá pickföst fyrir aftan, hún að reyna. Dugar ekki til. Og við sjáum þetta, hún örlítið hægar inn beinakaflan. Það var bara, fylgist við með Hlyn hérna. Nei, þetta var Gulli að gera ykkur mistök. Fyrir aftan Kristófer. Galopnar á Kristófer fyrir að stinga af sem hann búinn að gera, hann búinn að stekka bíli ansi mikið. Það er komið í einhverja 3 sekúndur munurinn en hérna Hlynur með Nóa fyrir aftan sig.
Sjáu þið Hlyn, hann bara að keyra á 3 dekkjum meira með alla brautina. Og hérna Freydís. Guðmundur Steinar hérna að vera beint fyrir aftan hana og að reyna allt sem hann getur til að tróða sig fram úr. Nei, þetta Ómar. Fyrirgefið. Ómar tekur ytri lína, hendir sér þetta út. Hérna Stefán. Freydís. Keyrir statt og stöðugt og örugglega inn í gegn. Þá skulum við kíkja aftur hérna yfir á fremstu bíla. Hér Gunnlaugur í öðru sæti. Með Hlyn rétt fyrir aftan sig og Nói Baldur þar fyrir aftan. Þannig sjáum við hægra megin á skjánum. Kristófer kominn 2-3 sekúndum undan. Já, 4 sekúndum undan. Takk fyrir. Og hér topp baráttan. Kristófer Logi búinn að stinga af, kominn í burtu. Sjáum hann að keyra til vinstri og hérna Gunnlaugur að berjast við það að halda Hlyn fyrir aftan sig. Mér skilst að Binni Brynjólfur, hann kominn út aftur. Já, þarna sjáum við Binni kominn aftur út, kom með loft í dekkið eða kom með dekk á bílinn sem er með lofti. Hér bíl 33 bara í pittinum. Haukur Ingi Jóhannsson, einhverjum basli með bílinn sinn. Hér þetta Freydís með halarófuna fyrir aftan sig. Hvað gerir Ásta hérna? Ætlar að ná að koma það fram úr? Nei, allt í lagi. Nei, ekki hér og ekki í dag. Það er hún að gera eitthvað hérna. Nei, sýnist ekki á. Kíkjum við bara upp í hárnælu beyguna. Sjáum við hérna Freydís og með 3 hjólarana fyrir aftan sig. En hérna topp baráttan. Kristófer Logi í fremsta sætinu. Hér sjáum við Gunnlaug, Hlyn og Nóa koma hérna inn á beinakaflan. Það eru 5 hringir eftir. Og lítil svona bein barátta hérna í brautinni núna. En það er svo sem allt sem getur gerst hérna ennþá í svona 2 hópum sem að keyra. Það er annað, 3. og 4. sætið.
og svo 5., 6. og 7. og 8. sæti, já. Það nú það sem allt getur gerst hérna á þessum. Hér sjáum við Ástu í hárnælni, hún að reyna að ná honum Andra. Hún búin að reyna að ná Andra og koma sér fram úr honum allan tíman. En þau eru bæði búin að vera að keyra 37. Ásta er nú búin að fara sem allra besta hring. 37,5. En þau bæði eiga mikið inni og eftir að læra helling. Hérna er Freydís með halarófuna fyrir aftan sig. Hér er örugglega inn í gegn. Já, við Binna Eignabyggð kom með loft í dekkið. Sókn í gangi. Nói er að reyna að koma sér fram úr Hlyn og Hlynur virðist vera farin að keyra einhvers konar varnarakstur meira sem er að hleypa Gunnlaugi örlítið lengra frá þeim. Hvað gerist þetta? Hægra megin, dróni, já! Freydís! Freydís virðist hafa drepið á eitthvað bíla hjá Freydísi. Freydís missir þetta rununa fram úr sér. Öllum líkindum er eitthvað bílað hjá henni. Brotinn girkassi eða eitthvað gerðist því að hún fór ekki út úr hárnælubeginni. Hún bara haggaðist ekki. Og hvað er að gerast hér? Ekkert ennþá. Það er þá Stefán Freyr sem að, nei, Stefán Rúnar sem að hoppar upp í 7. sætið. Það er að hrjá bílinn hjá Freydísi. Og hversu miklu vandræðum mun þetta valdinni er hann að fara að falla. Þetta er Andri og Ásta að fara að ná henni. Hér sjáum við þau. Stefán hérna, býtum við! Stefán fór vel vítt! Stefán vel vítt! Sem gefur Ómar tækifæri til þess að þeyta sér fram úr. Já, Ómar kominn fram úr. Stefán Ómar upp í 5. sætið. Við erum þá komin á 17. hring. Og þá er nú spurning, hvar er Freydís í brautinni? Hérna er Freydís og hvar fyrir aftan þau? Aftan hana, já það er svona langt í þau. Það er mjög langt í þau. Binni hérna missi sig. Binni missi bílinn. Heldur sér þó og er komin aftur inn á brautina. Ásta búin að missa Andra frá sér eftir þessa baráttu.
Býttu nú við, hvað er að gerast hérna? Þetta er Gunnlaugur með Hlyn fyrir aftan sig. Hlynur nær ansi góðum exit hérna út. Gunnlaugur límir svo innri línuna svo Hlynur náðu því ekki. Þeir fara upp í hárnæluna hérna. Kristófer örlítið á undan. Örlítið. Það er eiginlega 5 sekúndur sem aðskilja á. Hér er Ásta, hún búin að ná andra aftur. Og hérna er eitthvað að gerast. Þetta myndi vera Kristófer Logi. Ha? Nei. Bíl 4. Jaha. Hvar er Kristófer? Hann er ekki fyrir framann. Já, það er ekki Kristófer. Jesús. Það er að fólk. Herru, það er svoleiðis. Það er búið að flagga. Er ég að missa því? Ha! Það er svoleiðis. Hvað er að gera þarna upp frá? Kamerugaur upp, já. Og hérna reynir Ásta einu sinni en hefur ekki hraðan hérna út. Freydís yfir línuna. Það er ekki langt í þau eins og við sjáum, þá er það að ná Freydís en Freydís nær að halda 8. sætinu. Hér sjáum við gullfallega flaggarinn okkar og þá er umferð 1 í dag lokið. Ég svona næstu missti á því að þetta væri búið. Það var mjög næstu í. Þá eru allir bílarnir komnir inn og þannig enda þetta hjá okkur. Og það er þá þannig. Þetta er niðurstaða fyrri keppni dagsins og þá er öfuga rásröðin eftir sem verður nú eitthvað fallegt að sjá. Brynjólfur Smári Þorkelsson sem að hann var að vinna á hann. Hann mun þurfa að byrja hann fær að byrja í fyrsta sæti. Hann klárar nefnilega í síðasta sæti núna þannig að hann mun vera bremstur og eftir og mun mögulega bara hirða þetta á þeim. Það var eiginlega sýningur þetta fallega drónaskot. Eitthvað verið að fara að skoða bílinn hjá Freydísi. Og eitthvað verið að skoða bílinn hjá henni Ástu líka. Fallegi pittur hjá okkur í kvartbílaklúbbnum. Sendi sérstakar þakkir á alla styrktaraðila og samstarfsfólk okkar. Og þá bara skiptum við yfir á stöðutöfluna. Og bíðum þá til að klukkan slær
13:15. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still Já, ég var þannig myndi. Já, það trying to take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop. Till you drop or out of gas. Till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive out of sight. Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need to be unbelievably fast. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. It's go time. Race on towards the checkered flag. Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on. Towards the checkered flag.
checkered flag. Come on, Sharon. It's go time. Jump in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face. Your mind is serene. Yes, soon it is showtime. We are going to green. Yes, it is go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the You're leading the pack, on top of the stack. Got a good launch, you're leading the race. Got them behind, so easy to find. A fast way forward to first place. Yeah, yeah. My mind is serene, 'cause now it is showtime. We're still flying green. Go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the wheel. You're feeling the wheel, as strong as a steel. That's what your mind will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode, set for maximum speed.
I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all, that gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far, then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive out
checkered flag. Breezing past back markers now, they reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on. Towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on. Towards the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet goals. Spray of champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on, towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's game on. It's go time.
your mind's will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode. Set for maximum speed. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all, that gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Þarna höfum við Viktor Böðvarsson, Till you drop or out of prófdómara keppnina. Till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas.
checkered flag. Breezing past back markers now, they reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on. Towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on. Towards the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet gold spray of champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on, towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's game on. It's go time. Jump in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face. Your mind is serene. Yes, soon it is showtime. We are going to green.
your mind's will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode. Set for maximum speed. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all. They gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you Jæja. Jæja. Það er verið að reyna að ýta einhverjum inn í gang. Binni er að hjálpa honum drulla svona í gang. Svona á að gera þetta. Heill bíll notaður hérna sem startari. Í gang með þig. Í gang. Já, í gang fór hann. Herri, þá eru keppendur að koma sér út í braut fyrir lotu 2. Keppni 2 dags í dag. Keppni 2 í dag. Það eru keppendurnir að trítla sér hérna út á línu. Það er öfug rásröð. Og hérna sjáum við Ástu komin út í braut. Hún byrjar einn af fremstu bílunum. Hún eins og ég er veik. Og það var eiginlega bara að berjast við það að æla ekki á þann vegna veikinda. En í kappakstri þýðir ekkert að slá af. Maður mætir bara þá maður sé hálf ælandi. Og veikur, skiptir ekkert máli. Þetta er bara gaman. Bara gaman! Og þannig eru þið að koma sér á línuna. Hér er Ásta og svo er það Andri. Þau byrja þá fremstu bílar.
Svo það Freydís hérna fyrir aftan. Það er sem sagt Ásta, hún vel veik. Freydís braut gírkassan hjá sér áðan. Það sem að gerist áðan þegar hún kom út úr hárnælubeginni. Hún var í öðrum gír. Kemur út úr beginni í öðrum gír. Og svo allt í henni heyrðist bara zú. Þar fór bara annar gírinn. Hún reyndi að koma honum í annar gírinn. Gerðist enga grein fyrir hvað var að skýra. Þetta skrýtna hljóð og bara komið allt í hennu. Og hann fór ekkert á stað í öðrum. Þannig að hún prófaði fyrsta. Það virkaði. Þriðji virkaði. Það engin annar gír. Þannig að hún ekki að búast við miklu frá henni hérna í ræsingunni í þessari keppni. En hún tekur þó þátt. Og gerir það til þess að safna sér stiga. Hér sjáum við svo Stefán á fiskóbílnum. Eitthvað hann að fiska. Kikið í fiskó. Ekki flókið. Lækjum það ekki. En ekkert vita hvað var til þess að Binni misti loft úr dekkinu hjá sér. En hann var allt í henni bara keirandi á fluttu dekki þarna og kallar út úr keppni. Og trítlaði svo aftur inn á þegar hann var búinn að redda lofti í dekkið. Og hélt áfram sinni keppni en endaði ansi neðarlega á listar við síðasta sæti og það gerir það verkum að hann á að vera fremstur hérna núna. Nei. Hvað? Hvernig fór lota 1? Jú, það er sem sagt Brynjólfur sem ætti að vera fremstur. Eða Haukur Ingi, svo Ásta og svo Andri. Allavega samkvæmt niðurstöðunum úr fyrri lótunni. Kristófer, Gunnlaugur og Hlynur taka topp 3 sætin, taka topp botn sætin núna. Hér sjáum við keppnistjóran koma sér í stöðu. Hvar er Brynjólfur? Hvar er Brynjólfur? Það komið grænt! Grænt! Andri tekur gott spól á stað. Ásta virðist þeytast á stað. Nær frábæri ræsingu. Freydís í 3. gír. Hérna fyrir aftan. Ásta dundrar á kantinn. Körpið, það er góðlega. Þessi bílar vel á ennið í. Og upp villingin farði. Ásta ennþá fremst. Andri þar fyrir aftan. Og svo Freydís. Hver er hann fyrir aftan Freydís? Þetta er Stefán. Og hér er bíl 67. Hlynur Freyr að gera allt til þess að geta tróða sig fram úr. Er með innri lína núna inn í hárnæluna. Með Gunnlaug beint fyrir aftan. Bíl númer 86 sem er Nói Baldur á hárnæluna. Það er Brynjólfur. Sýnist mér. Er þetta ekki Brynjólfur? Jú, hann er Brynjólfur. Vel límtur þetta fyrir aftan. Hlina mér sýnist. Tabla sig þetta er fyrir Hlynur þarna. Gunnlaugur þarna beint fyrir aftan. Þetta er Gunnlaugur að sníka sér fram úr Kristófer. Og hvar er
Ó, þessi myndavæl bara eitthvað að horfa út í móa. Hvar er Ásta? Þetta er Ásta! Og 86 stíkur sér innri, hvernig ekkert að því. Hlynur. Brynjólfur og allega. Ásta, ennþá fremst. Hún að mynda örlítið forskot í andra eða þannig, nei, það er nú farið þetta forskot úr þessari beygju. Bara aðeins og djúpt þarna inn. Og hérna. Hlynur Freyr að koma sér fram úr, nær því, Ásta fyrir vítt og Andri fyrir fram úr henni líka. Og er Hlynur Freyr komin upp í fyrsta sæti og hann ætlar að taka þetta á fullu farti. Ásta þarf að slá af þarna, það er að þrengist línan hennar og þá er Brynjólfur komin á innri línuna á henni. Brynjólfur með innri línuna hérna. Kristófer sonur hans er að reyna. Það er þá Ásta, Andri, Brynjólfur og Stefán. Við komum inn á beinakaflan inn í fyrstu beygju. Við erum að fara samhliða hérna í gegnum þessa þvögu. Með óþægilegri beygjum í brautinni til þess að fara samhliða öðrum bílum í gegn, en þetta tókst þeim öllum. Og hérna er Kristófer að tróða sér fram úr Ástu. Nær að læsa því inni, sýnist mér. Þá skulum við fylgjast með fremri bílum. Hérna er eitthvað að gera! Vinstri, 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 stoppaði myndalega hérna, já, hvað var að gerast hér? Andri virtist hafa verið hægur þetta út. Hlynur sem var að fara fram úr hennum, Stefán hérna fyrir aftan Andra. Og svo Gunnlaugur hérna, nummer 7 með Kristófer fyrir aftan sig. Og þar beint fyrir aftan er Ásta Björk. Í gegnum S-ið. Þetta myndi ég kalla S2 og svo erum við að tala um S3. Hérna, út úr S-inu. Og hver var það sem hendi sér þetta á innri? Stefán gerði það. Opnaði örlítið fyrir Gunnlaugi þar. Og þá er spurning, er Gunnlaugur með meiri hrað á hann hérna út? Gunnlaugur svissar hérna inn, tekur innri línuna, bremsar, sýnist mér örlítið seinna en Stefán. Og nær að koma sér fram úr. Myndavélin varð eftir. Svona. Og sjáum við fjórðu beygju. Ó, sjáum við bíl 74 hana. Hann læstu farin út í lúpínuna hana. Hver er það þá þetta sem er að ná honum? Þetta er Kristófer Logi sem er að soga sig upp á honum. Kemst þetta fram úr. Og Gunnlaugur þetta fyrir framan er að tróða sig fram úr honum. Andra, Gunnlaugur kominn fram úr. Og hér er Kristófer líka. Sýnist mér allavega að reyna, hann ætlar að koma sér fram úr, nær vantilega hraðanum hérna út. Kristófer komið fram úr, hann er þá að hötta honum eftir Gunnlaug. Gunnlaugur þetta rétt fyrir framan hann. Gunnlaugur að fara 1.37.3 og Kristófer síðast 1.37.4. Og hver er hérna að koma sér fram úr Andra.
Stefán. Hér ekkert gefið eftir. Stefán tekur innri línuna á Andra og nær að tróða sig fram úr. Og hver hann á að nýta sér þetta líka? Er þetta Ómar Örn? Já, þetta er Ómar Örn sem virðist alltaf ná að nýta sér þetta líka. Hangir á ytri línu. Hver er kominn þarna? Ásta byrjaði að banka upp á dyrnar hjá honum Andra aftur. Ómar tekur ytri línuna. Stefán kominn fram úr Andra. Það var Ómar hérna beint fyrir aftan Andra að reyna að koma sér fram úr líka. Það er ennþá nokkur hörð barátta hérna fremst líka. Ekki svo sem að gerast eitt stórvægilegt, en það er Nói Baldur í fyrsta sætinu, Brynjólfur Smári í öðru og Hlynur Freyr Sigurhansson í þriðja sætinu. Nói Baldur keyrði verulega rætt á hann í keppninni. Hann á alveg feitan sens og að halda sig bara fremst þetta núna. Þó að Brynjólfur Smári sem er talsvert betri besti tíma 34.9, það munar heitri sekúnd á þeim. Og hér er Brynjólfur að reyna að koma sér fram úr. Hann er í baráttunum við Nóa. Nói gefur ekkert eftir. Þetta er barátta fyrsta sæti, svo við ætlum að fylgjast vel með hér. Brynjólfur togar á hann hérna. Tekur ytri, en það er ekkert annað að gera þegar Nói gefur ekki pláss. Og sem hann þarf ekkert að gera. Og inn á beinakaflan koma þær. Ég heyri í vindinum, hann er talsvert búinn að aukast vindurinn hjá okkur. Og enda sést það á myndavélinni, hún hristist hérna vel. Binni beygir seinna inn. Hvað er að gerast hér? Hér er Gunnlaugur og Kristófer í baráttu. Kristófer er að halda þessu. En hvað hér? Þá hendur okkur aftur yfir á baráttunum fyrsta seti. Brynjólfur og höttunum eftir Nóa. Nói núna að fara 35.7. Og Binni að stoga sig upp á honum hérna. En með ytri línuna. Nói bremsar frábærlega seint. En hérna er Brynjólfur að toga hann inn. Nói passar að þrönga honum út í verri línuna sem er þetta yst. Sem að gefur Brynjólfi ekki kost á að tróða sér þetta fram úr. Hér er eitthvað að gerast. Ómar að reyna að tróða sér fram úr Andra. Og Ásta þarna fyrir aftan. Ekki alveg hvað gerist fyrir kamerun okkar á það. Ómar kominn fram úr Andra. Og hérna tók Binni switcheroo. Og Nói grjótarður og gefur ekkert eftir og tekur það aftur. Brynjólfur reyndi allt sem hægt var þarna. Hann bremsaði bara seinna og tók af honum innri línuna.
Hérna aftur sjáum við Binna pikkfastan fyrir aftan Nóa. Nóa að keyra fanta kappakstur. Kemur sko ekkert eftir þetta. Brynjólfur á ytri. Hvað? Þeim fipast eitthvað. Eitthvað gerðist. Eitthvað fipaðist þeim til þarna. Ég sá ekki hvort þetta var einhvers konar snerting eða hvað það var. Hér Freydís í 9. sæti. Og hún verið í 3. gírnum. Það engin ástæða fyrir að nota 1. gír í þessari braut. Og 2. gírinn hennar farin. Þannig að hún bara í 3. og dútla sér hérna ring eftir ring. Og hér eitthvað að gerast. Kristófer að reyna að tróða sér fram úr Hlyn Sigurhans. Kristófer vel beittur þetta út. Nær að koma sér samhliða. Og samhliðan komin fram úr. Bara þetta fremst líka. Nei, hann náði ekki fram úr. En Kristófer nær að koma sér fram úr. Kristófer komin upp í 3. sæti. Sparkar Hlyn í 4. Og þá förum við á baráttunum 1. sæti aftur. Hér sjáum við Brynjólf vera að hamast í honum Nóa. Reyna að tróða sig fram úr. Reyna að finna einhver tækifæri. Og hérna sjáum við Brynjólf bremsar mikið seinna en allt of seint og út í lúpínuna fer hann. Brynjólfur Smári út í lúpínunni, pikkfastur. Hann ekki bara að koma tilbaka. Og hér hann. Nói Baldur í 1. sæti. Hér Ásta, komið fyrir aftan Andra. Og ætlar að reyna að tróða sig fram úr hérna. Vel dreift úr keppendum hérna eins og staðan núna. Þannig að við kíkjum aftur yfir á Ástu og Andra. Ásta virtist hafa sogað sig upp á hann þarna. Og hér fer öryggisbíllinn út. Það er ennþá barátta í gangi og Gunnlaugur er að tróða sig fram úr. Og það er gult flagg. Nokkuð vissum að hann ekki að tróða sig fram úr. Það er náttúrulega ennþá í baráttu þangað til að þau hitta eitthvað öryggisbíl. En og spurning hvort það sé eitthvað spennandi að gerast einhvers staðar í brautinni hjá okkur. Er ekki gult flagg í braut, þannig að keppendur á fullan kost á því að taka fram úr ennþá. Sló mig aðeins út af laginu hérna.
Hér einhver barátta, Gunnlaugur að soga sig upp á Kristófer, bremsar talsvert sett. Já, þeir eru búin að komnir í afturendan á öryggisbílnum með það, hvað er að gerast? Öryggisbíllinn er komin aftur inn. Fallegi öryggisbíllinn. Jæja. Freydís, hérna, verið að fara að hringa hana greið. Hún er eins og ég segi, hún er bara með 3. gír. Braut annan gírinn sinn í hárnælunni á náðan. Þá er það bara kapaksturinn. Einhverjir 7 hringir eftir allavega. Upp í hárnæluna fara þau. Nói Baldur í fyrsta setinu, Kristófer Logi í öðru. Það er risa bílat á milli. Nei, býttu nú við. Þetta er Kristófer, hann er beint fyrir aftan Nóa. Já, hvernig læt ég? Öryggisbílarhræðslan hefur þétt hópinn örlítið fyrir okkur. Nói Baldur í fyrsta, Kristófer Logi í öðru. Kristófer er að reyna að ná Nóa hérna, Hlynur í 3. og Stefán Rúnar í 4. Hvað er að gerast hérna? Er það hérna nær hann að koma sér? Nei, þetta var Kristófer að reyna að koma sér fram og er Nói grjótharður. Kemur sko ekkert eftir. Í feðgar þurfum við að gera mikið til þess að tróða ykkur fram á þessum dreng. Hérna er það Kristófer og Nói. Hlyn er þetta fyrir aftan og Gunnlaugur fyrir aftan Hlyn. Svo það er alla líkur að við fáum baráttu hérna, annarkvort á milli Kristófers og Nóa. Hérna er Kristófer að gera sér líklega, hann tekur innri, sýnist hann fara núna til hægri og taka ytri. Var nær að þröngva Nóa, Nói mikið, sem hann nær ekki að gera. Nói tekur ytri. Kristófer reynir að svæpa þarna yfir á innri línuna. Og núna er Kristófer komið innri. Nói fyrir aðeins svo langt út til vinstri sem gefur Kristófer bestu línu hann í gegn. Kristófer kominn fram úr vinstri vinstri. Kristófer núna í fyrsta með Nóa beint fyrir aftan sig. Og Hlynur þetta beint fyrir aftan. Og þar fyrir aftan er Gunnlaugur, Íslandsmeistarinn, núverandi. Og komaði inn á beinakaflan. Hér höfum við séð mikið af framúreksturum, mikið af ýmsu gerast í þessari beygju og hérna er Gunnlaugur að stinga sér innan á Hlyn. Nær að gera það, Hlynur tekur í ytri, hangir þar til að fara samhliða í gegnum 3. beygju. Það verður smá snerting. Gunnlaugur virtist örlítið bömpa utan í Hlyn þetta. En þó mjög erfitt að sjá hver á í sök í svona máli. Svona út frá okkar myndaðalum í fljótu bræða allavega. Dómarar hafa kost á því að skoða in-car úr öllum þessum bílum.
Þannig að þau sjá myndavél innan úr bílnum. Hér er Freydís í kurteisi sinni að hleypa fram úr, en það er hún ekki með annan gír, svo hún bara sleppir því að standa í baráttu. En spurning hvort að Gunnlaugur sé að fara að koma út með refsingu eftir þessa litlu snertingu sem var þarna áðan. Lítil eða stór snerting skiptir nú ekki öllu máli, en hver var í rétti skiptir máli. Hygstar hann örlítið á myndavélum. Það er Kristófer Logi í fyrsta. Ég veit að það stendur að Gunnlaugur Jónasson sé í fyrsta, en það er eitthvað bilaður á honum, tímatökukubburinn. Kristófer Brynjólfs í fyrsta, Nói Baldur í öðru, Hlynur Freyr í því þriðja, Stefán Rúnars í fjórða, Ásta Björk í fimmta, Ómar í sjötta, Andri Steinn í sjöunda og Gunnlaugur Jónasson í áttunda. Ég er nú ekki alveg viss með Gunnlaug í hvað sæti hann í raun og veru er. Okkur örugur að hann sé í fjórða. Við skulum fylgjast aðeins með þessum bílum hérna fremstu og finna Gulla. Þannig við getum sagt ykkur í útsetningunni nákvæmlega hvað er að ske. Hérna sjáum við Kristófer. Hann er í fyrsta. Það var Nói Baldur í öðru. Og í þriðja er það Hlynur Freyr. Þetta er svo Nei. Jú, þetta er Hlynur, Stefán og Ásta. Svo kemur Ómar Örn og svo Andri Steinn hann fyrir aftan. Hérna upp í hárnelni sjáum við Kristófer. Með flott forskot, 1,6 sekundur yfir í Nói Baldur. Eftir að náði að koma sér fram úr honum hérna. Nói Baldur fyrir mjög vítt þarna. Takk eftir að aðrir gera það ekki og mér hefur fundist maður vilja vera frekar svona fyrir miðju þar í þessari beygju. Já, hún fyrir að halla svona off-camber, að halla út og niður í móti ef maður fyrir of vítt þarna. Hérna er Gunnlaugur að soga sig upp að Nó. Já,
tekur innri, það snerting. Það var snerting. Nói Baldur og Gunnlaugur snertust þarna. Já, það er komin begla þetta í hurðina. Gunnlaugur reynir enn. Nói þarna með sína begluðu hurð. Kristófer Logi kominn vel framalega og Hlynur hérna fyrir aftan, nummer 67. Þarna sjáum við Stefán með 74 og svo Ásta Björk í 5. sæti og Ómar Örn. Jæja, þá fyrir við aftur upp í hárnæluna sem að Gunnlaugur ætlar að reyna enn einu sinni að koma sér fram úr. En Nói lokar og heldur út af fyrir sig. Kemur talsvert hraðar en út. Sjáu þig, hún er vel begluð hjá honum hurðin. Og þarna í bakgrunnu með bílinn hans Brynjóls út af Binni að vinka. Hæ strákar. Við erum allan að hafa með gott vitni. Eitthvað gerist þarna upp frá. Þeir koma hérna inn á beinagaflan. Kristófer hérna fremstur og í 1. sæti. Nói Baldur í öðru. Og það er, já, þetta er síðasti ringur og þeir eru að fara yfir línuna. Keppninni er lokið. Það er Kristófer Logi Brynjólfsson sem tekur 1. Nói Baldur í öðru. Hlynur Freyr í 3. Stefán Rúnar í 4. sætinu hér. Og Ásta Björk í 5. sæti. Og Ómar Örn í 7. Og Andri Steinn hérna í 7. sæti. Þá kemur Freydís í 3. gírnum. Ágætist tími hjá henni, 1:42 með það að vera föst í 3. gír. Annar gírinn er ansinn mikilvægur í þessari braut. En hún klárar í 8. sæti með 3 gíra. Það er mjög vel gert. Það borgar sig að taka þátt þó maður sé með 3 gíra. Og hérna yfir línuna er að koma Guðmundur Steinar. Ég held hann sé að ná sínum besta hring í þessari keppni. 37-0. Þá er það bara öryggisbíllinn. Trítla sér á stað. Hreinsa fyrir okkur braut. Og við færum myndavélina hérna til hægri og kíkjum þetta yfir pittinn. Hann er verðlaunapallur. Núna eru bílarnir að fara að koma sér í svokallað parkfermi sem þegar maður ekkert snerta bílina að breyta það með að gera neitt.
En þannig fór seinni umferð kapastusins okkar í dag. Kristófer Logi tekur sigurinn, Nói Baldur tekur annað sæti og í þriðja sæti er Gunnlaugur Jónasson. Nói Baldur að keppa sitt fyrsta skipti og nær öðru sæti, virkilega vel gert. Kristófer Logi Brynjólfsson kökukeyrði bílinn sinn hérna ekkert svo löngu síðan, kemur á öðrum bíl, tekur fyrsta sæti hérna í seinni umferðinni hjá okkur. Maður er áhugavert að sjá hvernig þetta fer í stigum upp á heildina að gera og við fáum að vita þetta allt saman eftir smá stund þegar það verður farið yfir niðurstöðunar og við gefum verðlaun hérna og við ætlum að vera með verðlauna afhendinguna í beinni fyrir ykkur líka. Þannig að við sjáum okkur aftur eftir hvað sé 20 mín 15-20 þá fáum við bráðabera niðurstöður og veitum verðlaun.
nú eitthvað en þetta sé út sem að sjá. Þú segja heilt yfir þetta lítið. Það var ekki að sjá. Þannig að menn getur okkur með að í unglingaflokki Þetta er bara frábært. Erum við með ljós? Sorry, við erum að reyna að laga hljóðið. Það virkaði rétt á hann, svo allt í hérna hætti það bara að virka. Innilegar afsökunarbeiðnir til ykkar kæra fólk sem verið að horfa á þetta. Ég veit ekki af hverju en mikrafónin okkar bara kom aldrei inn á myndavélinni eða þráðlösa kerfi eða eitthvað, ég veit ekki, ég skil ekki, við reyndum allt, það tókst bara ekki. Það er þannig, en við þökkum ykkur þá kærlega fyrir hérna í dag. Sjáum ykkur aftur í næstu keppni og næstu helgi þá er spyrna hérna upp á Kvartbílibraut, eins og svo oft áður. Þannig að mér hlakka bara til að heyra ykkur næst. Sjáumst þá, hafið það stórfenglegt. Fyrir bless. Dóri. I
Api var hluti af ég